Verið velkomin í oddvita kappræður borgarbyggðar í Hádegismóum. Ég heiti Andrea Sigurðardóttir og með mér Sólrún Lilja Ragnarsdóttir. Við ætlum að stýra umræðum hér í dag. Það eru 4 framboð, það Framsókn, Miðflokkur, Borgarbyggðarlistinn og Sjálfstæðisflokkurinn. Borgarbyggð. Nú fyrstu kosningar sameina sveitarfélag við Skorradalshrepp. Þetta víðfeðmt og fjölbreytt sveitarfélag. Það eru 4200 íbúar og það verður áhugavert að heyra hvaða málefni eru í deiglunni. Ég býð ykkur hjartalega velkomna. Takk. Já, við ætlum að byrja bara á stuttri kynningu frambjóðenda, þar sem þau bara segja aðeins frá ykkur og helstu áherslu. Vilt þú ekki bara byrja, Hermann? Já, takk fyrir það. Ég heiti Hermann Valsson og tiltölulega nýfluttur upp í Borgarfjörðinn. Alls ekki nýr í pólitík, langt frá því. Ég byrjaði í pólitík 2005 og var hér lengi í borgarstjórn Reykjavíkur sem varaborgarfulltrúi og vil svo bara láta gott að mér leiða upp í Borgarfjörðinum og nýta mína reynslu og það sem ég hef gert þar. Sitt í mörgum nefndum fyrir Reykjavík og meira segja líka fyrir ríkið, stjórnaði íþróttanefnd ríkisins í nokkur ár og satt í íþrótta- og tómstundaráði, ferða- og menningarráði og kom alls staðar að sem varaborgarfulltrúi. Þannig að reynslan til staðar og ég vil láta gott að mér leiða í Borgarfjörðinum. Það gott að vera, eins og segi, nýkomin, en líkar ákaflega vel og með því að bjóða mig fram þá ég að segja leið, þar ætla ég að vera. Og svona kannski, helstu áherslur líka. Já, helstu áherslur okkar eru félagshyggjan og við ætlum líka að fara að beita lýðheilsunni. Ég lýðheilsufræðingur til dæmis og við ætlum að umvefja lýðheilsuna inn í allar ákvarðanir sem að þýðir það að allar ákvarðanir eru teknar með heilsufar íbúana og vellíðan íbúana í borgarbyggð undir. Það alveg sama hvað það hvort það skipulag, skólar eða hvað sem lýðheilsan á allstaðar að vera inni og allstaðar að vera umvefjandi og taka utan okkur. Þannig að það það sem við viljum gera. Við viljum líka skoða brákareina og Bifröst eins og félagar mínir væntanlega og við viljum líka skoða framtíðina með skipulagsmálin, hvert við erum að fara, hvert við erum að stefna. Við sjáum að það eru 30.000 mann sem eru tilbúin að flytja út á landsbyggðina. Hvað ætlum við að taka á móti mörgum? Við viljum sjá lítil og meðalstór fyrirtæki koma og vera með okkur og þau færa okkur miklar tekjur. Þannig að það svona það sem við leggjum áherslu á. Það búið að gera margt gott. Tökum bara að gefa fólki það, sjálfsögðu. 2 nýir skólar, flott íþróttahús. En svo þurfum við að halda áfram og skipuleggja framtíðina og skipuleggja nýtinguna á þessu. Takk fyrir það. Já, við bara minnum ykkur á að vera stuttorða og kannski svona hámark 3 mínútur. Þú mútur alveg stoppa mig sko. Já, takk fyrir dag. Ég skal vera stuttorður en Davíð Sigurðsson, já heiti ég og oddviti Framsóknarmanna í Borgarbyggð og sitt núna í sveitarstjórn, búinn að vera í sveitarstjórn síðastliðin 8 ár og gegnir núna hlutverki formanns byggðarráðs og formanns skipulags- og byggingarnefndar. Við hjá Framsóknarflokknum, við erum í hreinu meirihluta eins og staðan í dag og við fundum fyrir því, það var mikið ákall hér fyrir síðustu kosningar að rjúfa svona ákveðna kyrrstöðu sem hafði myndast í uppbyggingu í sveitarfélaginu og við teljum okkur hafa sinnt því ákalli mjög vel og það búið að byggja hér nýtt og glæsilegt knatthús og verið að leggja lokadrög að undirbúningi viðbyggingar við íþróttahús og nýr grunnskóli kom inn upp á Kleppjárnsreykjum og búið að taka í gegn hluta grunnskólans í Borgarnesi og koma fyrir leikskóla við grunnskólan á Varmalandi og ásamt því að hafa farið í mikla gatnagerð fyrir nýjum götum upp í Borgarnesi og lagt götur á Hvanneyri og verið að vinna að gatnagerð við atvinnulóðir í Borgarnesi líka. Og það sem við viljum leggja áherslu á að halda áfram, styðja við þessa uppbyggingu og reyna að koma þessum lóðum í vinnu. Bæði atvinnulóðum og íbúðalóðum í Borgarnesi ásamt því að það mikið áherslumál hjá okkur, það íþrótta- og æskulýðs- og lýðheilsumálin og já, við viljum bara svona, það svolítið okkar helsta áherslumál, það að styðja áfram við þá uppbyggingu sem við erum búin að hefja.
Þórður? Já, Þórður Brynjarsson heiti ég og skipa annarsæti á lista Miðflokksins fyrir kosningarnar í Borgarbyggð og Skorradal. Og ég hef nú svona lítilsháttar reynslu á sveitarstjórnarmálum frá kjörtímabilum sem að líða. En já, okkar svona stefnumál, þessir helstu í Borgarbyggð og okkar hugsjónir auðvitað bara fyrst og fremst uppbyggingin, halda áfram með uppbyggingu og hvort sem það fyrir til að fjölga íbúum eða færa út ný tækifæri í atvinnustarfsemi og skólum, auka þessa skólaþjónustu og passa líka upp á barnafólkið, leikskólarnir og íþróttauppbyggingin til dæmis í Borgarnesi, íþróttahúsið. Ég veit ekki hvað, já, ég held að sé nú svona til að reifa stuttlega, það var sem þetta. Já, takk fyrir það. Það var Sigurður. Sigurður Guðmundsson heiti ég og oddviti sjálfstæðismanna í fyrir sveitarstjórnir í Skorradal og Borgarbyggð. En við hjá Sjálfstæðisflokknum ætlum fyrst og fremst að leggja áherslu á unga fólkið okkar og velferð þess ásamt gamla eldri borgurum. Því að við höfum heyrt ákall það að líðan ungs fólks í dag svona heilt yfir landið sé ekki, eða gæti verið á betri stað. Við ætlum að beina sjónum okkar að þeim og fara stefnum að því að fara í samstarfi skólan okkar og fólk það að við skoðum það á nýr kjölinn hvort það sé ekki að bæta okkur þar. Ásamt því að styðja vel við tómstundaiðkun og íþróttaiðkun barna og auka hana. Borgarbyggð hefur verið lægri í þeim málum heldur en önnur sveitafélög og þetta svona það sem við ætlum að leggja áherslu á. Ásamt því að byggja upp sveitafélagið áfram. Nú uppbygging þess búin að vera núna í 2 kjörtímabil allavega og eigum allavega eftir að byggja upp í næstu 2-3 áður en við erum full sött í uppbyggingu. Þannig að það skiptir mjög miklu máli. Jafnframt Borgarbyggð mjög víðfeðmt sveitafélag með margs konar búsetu. Við viljum sjá kjarnan okkar eða byggðin okkar styrkjast út allt sveitafélagið. Og það hefur verið aukið við þjónustu til þess vetrarþjónustu sem út í hinum dreifðu byggðum sem ég held að hafi gefist mjög vel. Og við viljum sjá það að við þjónustum íbúana óháð staðsetningu og jafnframt horfum við til þess að byggja ofan á það sem búið að gera í gatnagerð og öðru þvílíku, bæði fyrir atvinnu húsnæði og annað að byggja það upp eins og við getum og horfa einnig á landbúnaðinn að hann styrkist hjá okkur í sveitafélaginu. Takk. Þá ætlum við að vinda okkur í að ræða grunnþjónustuna og reksturinn sem þetta þétt samhangandi. Það kannski viðeigandi að byrja á þér, Davíð. Hver staðan á þessum málum í sveitafélaginu í dag? Hvaða áskoranir eru framundan á komandi kjörtímabili og hvernig ætlið að forgangsraða? Í rekstri þá og grunnþjónustu? Já, helstu áskoranir okkar núna næstu misseri og eru núna bara, það áskoranir sem í gangi núna, það minnkandi hlutur framlaga frá ríki. Við erum að lenda í því núna að mitt ár síðastliðið þá taka gildi ný lög jöfnunarsjóð og það var búið að reikna út áhrifamat af þessari lagasetningu niður á hvert og eitt sveitafélag og við fyrstu sýn þegar við erum búin að rýna þetta þá sveitafélagi Borgarbyggð að verða að fá svona 200 milljón krónum lægra framlag heldur en áætlunin við lagasetninguna gerði ráð fyrir.
á meðan að öll önnur sambærileg sveitarfélög á landinu að fá að minnstakosti þá upphæð í hækkun og þetta setur bara verulegt strik í reikningi hjá sveitarfélagi eins og okkar því að framlag jöfnunarsjóðs í kringum 30% af tekjum sveitarfélagsins og þegar þessar tekjur í raun og veru dragast saman að raunvirði þá það áskorun. Því útsvarsgreiðslur sem stærsti tekjupósturinn, þær eru alla jafna í rekstri sveitarfélaga svona nokkurn veginn það sem fer í launakostnað. Og breyttu heldur að það komi til þess að það þurfi jafnvel að auka álögur þá á íbúa eða áttu von á að samtal við stjórnvöld muni bera eitthvað árangur? Ég bind mikla vonir við það að það finnist að þetta hljóti að vera einhver reikningsskekkja. Nú þetta bara í fyrsta árið þar sem að úthlutun fer fram samkvæmt þessum nýju lögum og það bara verið að rýna þetta og við erum í þéttu samtali við jöfnunarsjóð þennan þátt. En svo annar þáttur líka sem við höfum reynt að vekja mikið athygli á, bæði við þingmenn, ráðherra og í fjölmiðlum. Það það að ríkið hætt að endurgreiða sveitarfélaginu fyrir það að veita fjárhagsaðstoð til flóttamanna. Og þetta hefur ofboðslega mikil áhrif í svona ekki stærra sveitarfélagi heldur en okkar þegar við erum með hátt í 100 manns sem að reiða sig alfarið á framfærslu frá sveitarfélaginu. Og ég held að hafi bara á síðastliðnu ári þá voru þetta 120 milljónir sem vantaði inn í reksturinn af því sem áætlað var í endurgreiðslu frá ríkinu. Og í raun og veru skýrði eiginlega alla þá niðurstöðu sem að varða á nýframlögðum ársreikningi sveitarfélagsins að það vantaði þennan pening inn sem að menn reiknuðu með. Og þarna liggur líka, ég vil ekki segja tækifæri, það bara áskorun að fá ríkið til þess að viðurkenna sína hlutdeild í því að þetta ekki bara á ábyrgð sveitarfélaganna að taka á móti flóttamönnum. Hermann. Já. Hvernig horfir svona grunnþjónustan og reksturinn við þér? Hvað gagnvart íbúum sveitarfélagsins? Hvað verður á oddinu? Hvernig þarf að forgangsraða? Ég vil að taka undir með Davíð. Þetta alveg stórskrítið með jöfnunarsjóðinn að nú kemur Skorradalshreppur inn í og þá bara allt í einu lækka hlutirnir. Þetta algjörlega stórskrítið. En við viljum forgangsraða fyrir fólki núna, eins og ég var að segja áðan, með lýðheilsuna og vellíðan að fá skipulagið inn í það. Við viljum líka fókusera aðeins inn á menningamál. Við erum til dæmis alfarið inn á því að við þurfum að hækka framlag til bókakaupa inn á skólabókasöfn. Við viljum auðvitað hvetja börn til að lesa, það ekki? En við erum alltaf að kaupa elstu bækurnar, mjög gamla bækur. Þannig að við viljum bara breyta því. Þannig að börn fara að lesa til að auka lesskilning, það mjög mikilvægt. Við erum líka aðeins að horfa inn í menninguna og höfum svona sett fram hugmyndir menningarhús í Borgarfirðinum. Að setja svolítið fjármagn í það því að menningin hún dregur að og hún þarf að vera til staðar á staðnum. Þannig að það svona hluti sem við viljum skoða svona svolítið í þessari þjónustu en svo tekið undir eins og með íþróttirnar, það mjög skrítið hvað það lítil þátttaka og það þarf að bæta það verulega því að nú erum við búin að fá þetta fallega hús eða góða hús. Hvernig við nýtum það þarf að koma því vel fyrir og líka að nota resursuna í unga fólkið. Við eigum þarna mjög góða félagsmiðstöð, við eigum alveg ágætis íþróttafélag í Skallagrím og Óðal og þetta þarf að tala saman. Svolítið skrítið hjá okkur að börnin eru svolítið á N1 og hirnunni til að bíða eftir farinu heim. Það gengur ekki, sko. Þannig að við þurfum að leggja svolítið peninga í þetta, við þurfum að leggja peningana svolítið í þarna í unga fólki og svo að eldra fólki getur komist inn í... Fá unga fólkið úr sjoppunum? Fá úr sjoppunum, fá það í forvarnastarfi sem alveg frábært í Óðal og svo hreyfingin og sundlaugin fyrir eldra fólkið, það mjög mikilvægt og geta labbað þarna inn á þannig að eins og segi, við viljum forgangsraða svolítið núna í fólkið og upplifun á staðnum. Þórður. Já, sko þegar ég hugsa grunnþjónustu þá það fyrsta lagi auðvitað leikskólamálin sem að kom upp í hugan og ég held að það sé kannski tilefni til þess að
hugsa þau í Borgarbyggð. Þannig að núna að fara að taka gildi í haust þessar breytingar sem að það sé bara 6 tíma vistun gjaldfrjáls og svo allt umfram það sé kostnaður. Og þetta auðvitað gert með góðum hug og kannski ekkert vitlaus lausn en hún á það samt hættan svo að hún bitnar þeim efnaminnstu og eins líka kannski hentar sérstaklega illa fyrir þá sem að búa í dreifbýli og þurfa að nýta sér leikskólaþjónustu, þurfa kannski að keyra langan veg í og úr leikskóla og verður hansi lítið úr deginum. Þetta eitthvað sem þarf að skoða. Sérðu fyrir þér þá eitthvað svona undan þá fyrir eitthvað sem að búa í ákveðinni fjarlægð? Já, maður velti fyrir sig hvort að þetta sé besta leiðin. Þetta kannski góð leið en það eru sjálfsagt til aðra leiðir líka. Svo auðvitað sorphirðumál, mér þau mjög hugleikin og sorphirða sérstaklega í dreifbýli hefur svona aðeins misst dampinn undanfarin ár. Það voru auðvitað gámar, opnir aðgengilegi gámar út víð og dreif hér áður. Nú það ekki leyft en það er mikið ákall það eitthvað kom í staðinn. Ég upplifi allavega mikið sérstaklega í dreifbýli og eins í Borgarnesi gámastöðin svolítið úr sér gengin. Hún orðin þröng og bara nú aukin krafa flóknari flokkun og allt sem því tengist. Þannig að við höfum hugsað það. Það auðvitað hluta þessari grunnþjónustu. Í ruslið yfir þessu? Já, það má segja það. Já, það svona þetta tengt grunnþjónustu, þessar lögbundnu, þá það þetta svona tvennt sem ég hugsa allavega mest Það eru leikskólamál og svo sorpmál. Sigurður? Félagar mínir eru komnir vel yfir sviðið og ég get tekið undir margt af því sem þeir segja og það meðal annars til dæmis sorpþjónustuna, hún hefur verið að breytast mjög mikið undanfarin 10-15 ár. Ég held ég að verið fyrir 15 árum í einhverju nefnd þar sem við vorum að skoða breytingar á þeim. Og það náttúrulega í breytingu, þá getur maður farið aðeins, hugsanlega hefur verið skorið of mikið niður en það þarf svona kannski að bara fara yfir það hóflega en það náðist hins vegar mikill árangur í því sem að við vorum í vandræðum í upphafi kjörtímabilsins og það var alveg einhugur inn á milli í sveitarstjórn og nefndum að ná böndum á hækkun á sorpkostnaði, á sorphirðunni í sveitarfélaginu og það hefur gengið eftir þannig að það svona hlutur sem maður er búið að ná tökum á því og þá spurningin var gengið of langt í að spara eða skera niður ákveðna þjónustu þannig að það þarf svona að finna út úr því. En áfram með ég vil taka undir menningarmálin að við þurfum að hugsa þau og náttúrulega reka okkar skóla vel og nýta, við erum að eyða 80% af útgjöldum sveitarfélagsins fara í fræðslumál, félagsþjónustu og íþrótt- og æskulýðsmál. Þannig að það skiptir máli að vera með fókusin á því getum við gert það betur eða þetta ásættanlegt hvernig það en svona mér allavega á því að sitja í sveitarstjórn og seinustu 4 ára þá finnst mér kannski að við höfum verið of upptekin við að skipuleggja og byggja upp og aðeins gleymt að horfa og ræða aðeins meir þessa grunnþjónustu. Og það það sem ég held að við eigum sé komið að því að við gerum það núna. En það áhyggjuefni með tekjurnar hjá okkur og það verður verkefni að finna út úr því og leysa úr því með ríkinu. En ég eins og Davíð, ég vongóður að þetta verði leiðrétt af því að það getur ekki verið að við séum alveg á skjön við önnur sambærileg sveitarfélög gagnvart jöfnunarsjóðnum. Ágætis hugmyndir sem hafa komið hérna fram en við víkjum aftur síðan þá að fjármálunum. Það eru þessar áskoranir með framlagið frá ríki úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga og svo varðandi hælisleitendurnar. Í hvað stöðu verður sveitarfélag ef það
rætist ekki úr þessu? Ég leiðrétt að þetta eru flóttamenn, ekki hælisleitendur. Fyrirgefðu flóttamenn. Flóttamenn Rétt skal vera Úkraínu. rétt. Mest, já. Þetta eru nánast eingöngu flóttamenn frá Úkraínu og hérna. En sko staðan náttúrulega í raun og veru bara afleidd og hérna það endar þannig að hérna sveitarfélagið þarf þá að fara í niðurskurð á einhverjum öðrum þjónustuþáttum við aðra íbúa ef ekkert að gert sko því að hérna það gengur ekki upp til lengri tíma að hérna það fari vel á annað 100 milljónir í þennan málaflokk og sko þessi málaflokkur fjárhagsaðstoð, félagsleg fjárhagsaðstoð, hann ekki hugsaður, félagsleg fjárhagsaðstoð sveitarfélaga ekki hugsuð utan svona verkefni eins og að taka á mótum stóru hópi flóttamanna erlendis frá. Þetta hugsað til þess að sveitarfélögin hlaup undir bagga með þeim sem að minnst mega sín og það að segja bara íbúum sveitarfélagsins sem að minnst mega sín og alla jafna hefur þetta verið þannig að þetta eru svona á bilinu 1 til 10 manns sem þurfa tímabundið að reiða sig á fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu og komast svo í með að þau eru að ná undir sér fótum með annað slíkt sko. Það hefur ekkert fjármagn fylgt þessu verkefni til sveitarfélagsins frá ríkinu? Jú, Gerðu ekki fyrstu 2 árin? Fyrstu 2 árin. Já. En svo hefur sko Vinnumálastofnun ekki lagalega heimild til þess að endurgreiða lengur undir 2 ára. Já. Þannig að þetta eru skilaboð til löggjafans og allir sem taka undir það? Já. Klárlega. Því miður sko því að við viljum vera myndarleg og taka á móti fólki en sko ef ríki bregst ekki við þá náttúrulega endar það bara þannig að það verður ekkert sveitarfélag í landinu tilbúið að hjálpa ríkinu að móttöku flóttamanna. Sjáu þið fyrir ykkur að þurfið þá að auka álögur á íbúa í sveitarfélaginu? Ég sé það ekki fyrir mig, nei, en ég tel að hérna það sé vel hægt að hagræða annars staðar í rekstri en það ferlegt að þurfa að hagræða út af og það ekki til nema bara að skapa úlfúð og leiðindi inn í samfélaginu. Við erum aðeins aðra nálgun á þetta við sjáum að það bara tækifæri. Þarna fullt af fólki sem býr yfir miklum hæfileikum og við viljum virkja það. Það ekki nóg að sleppa því að keyra þarna upp eftir og koma fólki til vinnu. Það vinnufært fólk, auðvitað á milli fólk sem komið jafnvel á eftirlaun og annars slíkt. Það var mjög litla peninga frá Úkraínu. En það þarf að virkja Bifröst. Við viljum gjarnan fara í óhagnaðardrifið húsnæði, einhvers staðar nær, til dæmis á Hvanneyri eða niðri í Borgarnesi og fá það fólk sem vinnufært að koma þangað og setja Bifröst í vinnu. Við sjáum fyrir okkur til dæmis að þarna gæti verið heilsurekstur einhvers konar, fallegu staður og býr yfir mörgu og biðlistarnir á Reykjalundi eru náttúrulega bara einhverjir kílómetrar. Þannig að við getum vissulega orðið að liði þar. Þannig að við þurfum að virkja þennan stað. Við getum ekki sett fólk þannig í félagslega einangrun. Við þurfum að fá fólki til að gera og vinna með okkur. Taka þátt í samfélaginu. Taka þátt í samfélaginu og við viljum efla það. Það það sem skiptir svo miklu máli en það náttúrulega afleitt að ríkið komið með og bara stoppi en það eru tækifæri þarna og við viljum virkja það. Koma þessu fólki inn í samfélagið og rjúfa þessa félagslegu einangrun sem að myndast. Það getur ekki gengið upp til. Það nú ekki eins og ekkert hafi verið gert í. Nei, alls ekki fyrirgefið. Það bara alls ekki Vinnumálastofnun og það hefur tekist með miklu átaki, sameiginlegu átaki Vinnumálastofnunar og félagsþjónustu sveitarfélagsins að koma mjög mikið af fólki í virkni. Og Rauða krossin líka. Þetta hins vegar bara ferleg staða. Þarna fólk einangrast þarna og svo þessi einkennilega staða sem kemur upp að mikið af fólkið þarna komið á efri ár, íbúar sem koma hér komnir 65 ára gamlir, þeir eru eðli málsins samkvæmt ekki að fara út á íslenska vinnumarkað og þeir eiga ekki rétt á lífeyrisgreiðslum eða neinu frá almannatryggingum hér á Íslandi þannig að þeir lenda í þeirri stöðu að vera komnir upp á sveitarfélagið út lífið. Við látum staðan hér í bili, við ætlum að vinda okkur í örstutt auglýsingahlé. Við verðum hér á sama stað eftir örfáar mínútur. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra.
Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntuð málið á samsungmobile.is. Þú færð alvöru verkfæri hjá verkfærasölunni. Reykjavík, Kópavogi, Akureyri og Reykjanesbæ. Verkfærasalan. Þú færð saltvatspottana frá Master Spas hjá Ofnasmiðju Reykjavíkur, Vagnhöfða 11. Já, verið velkomin aftur og nú ætlum við að vinda okkur í atvinnu, uppbyggingu og framtíðarsýn. Það er svona kannski, hver eru svona kannski helstu vaxtartækifærin í Borgarbyggð eins og staðan er núna, svona á næsta kjörtímabili? Hjá okkur. Byrjum með þér, Sigurður. Það er, Borgarbyggðin er ríkt af náttúrufegurð og vel í sveit sett. Þannig að það liggur beinast við að ferðaþjónusta og ferðaþjónustan er stór hjá okkur, en hún getur stækkað mun meira. Það eru mjög mikið ónýttum tækifærum og við höfum verið óþreytandi að benda á mikilvægi þess að tengjast betur Suðurlandinu til þess að auka enn og að nýta betur tækifærin sem liggja í ferðaþjónustinu og nýta tækifæri til þess að dreifa ferðamönnum meira og fá þá meira inn á Vesturland. Og síðan erum við, eins og ég sagði áðan, vel í sveit sett, þannig að það hentar mjög vel fyrir bara venjulega inn fyrirtæki að vera í til dæmis Borgarnesi. Þar sem að það er mjög góð tenging við þjóðvegakerfið og það er, þó að sé nú oft sagt núna undanfarið að þjóðvegakerfið sé í mjög bágu ástandi, en það breytir því ekki að það er við erum með mjög góða þjónustu á vetur, það er eiginlega aldrei ófært á milli. Og við erum nálægt markaðnum, þannig að það eru mikil tækifæri í því. Og síðan er Borgarfjörðurinn mjög gott landbúnaðarland og það er talsvert, má segja að það sé vannýttir möguleikar þar líka. Já, ég get ekki annað en tekið undir það sem að Siggi sagði, að þetta eru mikil vannýtt tækifæri. Sérstaklega mitt eins í ferðaþjónustu og ekki síður landbúnaði og líka rétt að rekja allir vegi til Borgarnes og ekki mitt bara mjög góð staður fyrir alls konar iðnað og þjónustu. Einmitt. Og hvernig, eins og með atvinnu uppbyggingu, hvernig svona, horfum til næsta kjörtímabils, hvernig er þetta svona að laða fyrirtæki og fólk að sveitarfélaginu? Já, við meðal annars er hugmyndin að reyna að laða fyrirtæki að svæðinu með því að bjóða þessar stóru og fjölbreyttu atvinnulóðir sem við erum með klárar og erum að klára gatnagerð við. Og það liggja mikil tækifæri í því og við í framtíðarsýn fyrir svæðið þá sjáum við náttúrulega Sundabrautin mun verða mikill leikbreytir hvað varðar bara tengingu okkar svæðis við höfuðborgarsvæðið og þetta er að verða eitt atvinnusvæði og við höfum hins vegar fundið fyrir miklu á undanförnum árum og höfum fundið fyrir miklu ákalli frá fyrirtækjum sem eru þó starfandi fyrir á svæðinu að það vanti íbúðarhúsnæði. Þeir hafa ekki það hefur ekki verið nægt íbúðarhúsnæði fyrir það starfsfólk sem að fyrirtækin þurfa og það hefur hamlað þeim í vexti og þess vegna höfum við gert mikið átak í því og það eru á annað 100 íbúðir núna að verða svona komnar á þann stað að sé að þetta fara að hefjast handa við að byggja þær, að göturnar eru að verða klára núna í sumar og það er nú þegar byrjað að byggja einhver atvinnuhúsnæði við þessa nýju götu hjá okkur og þarna eru milli 40 og 50 lóðir sem eru á mjög hagstæðum kjörum. Þar eru, ég held að gatnagerðargjöld hjá okkur séu alla jafna á fullu gjaldi helmingi lægri heldur en til dæmis hér á höfuðborgarsvæðinu og ofan á það er 50% afsláttur þannig að þetta eru hræódýrar lóðir. Og
við höfum litið á það sem svo að við þurfum ekki að taka peningin inn í lóðasölu en það tíðkast það ekki í Borgarbyggð að selja byggingarétt heldur eingöngu verið rukkuð gatnagerðargjöld og við bara erum að komin í loft inn í markaðssetningarvefur fyrir lóðir í sveitarfélaginu og við ætlum að svona svolítið nota hann og til að markaðssetja sveitarfélagið. Það er augljóslega stefnt að vexti sveitarfélagsins á næstu árum. Hvernig svona eins og, ég meina, geta innviðir staðið undir þeim vexti eins og staðan í dag? Við teljum svo að vera, já. Það er nýbúið að taka í gegn allan grunnskóla í Borgarnesi. Við erum með nýjan glæsilegan grunnskóla upp í sveit. Við erum með næg leikskólapláss og höfum jafnvel sett svona meiri alvöru en í gríni meira að segja velti fyrir okkur að auglýsa lóðir þar sem að óskað eftir börnum í leikskóla. En við erum til dæmis upp á Hvanneyri með leikskóla sem að rúmar 60 börn en er með liðlega 20. Og í Borgarnesi eru engin biðlistar heldur. Og við erum búin að fullhanna og erum klár að byrja að byggja nýjan leikskóla í Borgarnesi. Þannig að til þess að taka á móti þeirri auknu uppbyggingu sem er á svæðinu. Það vantar bara börn. Já, þið hafið áhuga á að laða eitthvað barnafjölskyldur. Já. Örugglega einhverjir í Reykjavík sem að... Já, sjá tækifæri þar. Já, eins og ég sagði kynningu, þarna er náttúrulega svo mikið tækifæri. Þessi könnun sem var reitt þarna fram með 29.000 mann sem eru tilbúin að fara á landsbyggðina. Hvað ætlum við að gera? Og við erum með frábæra tengingu. Einu sinni voru nú öll skilti á Íslandi með hvað var langt í Borgarnes. Við bara tökum það upp aftur. En við þurfum líka að vera tilbúin. Við þurfum að vera tilbúin með, sko, er ekki sagt að fólk velji sér svolítið mikið staðsetningu út frá því hvað er í boði fyrir börnin. Það er íþróttirnar, það eru tómstundirnar, það er menningin. Og þetta þurfum við að byggja upp þannig að fólk sé tilbúið að koma. Það er mjög gott að vera. Og það er stutt í bæn og við þurfum að vera þá tilbúin með þessa lóði. Við þurfum að vera tilbúin með leikskólana og geta manna þá fullkomlega og skólani geta tekið meira. Þannig að þetta þarf að vera í stað og þá getum við markasett þennan stað. Þetta, eins og ég segi, þetta er ofsalega fallegur staður og þarna er gott að búa. Ég skynja ekkert eitthvað svona sérstaklega mikinn ágreining hérna á milli flokka málefnin. Það er kannski bara að er eitthvað, svona þið hefur nú kannski eitthvað rætt áður innbyrðis, er eitthvað málefni sem að þið lítið ólíkum augum á? Við erum kannski aðeins að sko, ég hef aldrei hitt það áður, sérðu. Ég er alveg nýr. Ég held að væri réttast að byrja á að spyrja fulltrúa Miðflokksins og Borgarbyggðarlistans. Það eru ný framboð en þannig að... Já, við auðvitað, eins og þið hafið náttúrulega tekið eftir og þess vegna farið að tala um þetta hérna, allt sem við erum búin að ræða hérna í dag er auðvitað eitthvað svona frekar augljós mál með augljósum lausnum á og ekki hægt að vera ósammála það. En svo er það spurningin hvernig tekst til og hvaða aðferð fólk ætlar að beita. En svona fljótt á litið þá man ég ekki eftir neinu svona sem ég hef séð í stefnu hinna flokkana sem ég finnst vera alveg eitthvað hrópandi vitleysa sko. Ég get ekki sagt það og ég bara sem betur fer því það er auðvitað bara gott að við vitum all hverja áskoranir það eru og já, við getum bara vonandi stemt að því að ná markmið okkar saman sko. Það má búast ríkri samstöðu í bæjarstjórn alveg sama hvernig Mér finnst við svolítið skera okkur úr með það að við tókum lýðheilsuna alveg inn sko. Það er svolítið í fyrsta skipti sem það er gert. Ég gerði þetta núna í Reykjavík á sínum tíma en þarna erum við að fókusera alveg á hana, bara heilbrigði og lífsgæði. En það er náttúrulega bara þannig sérstaklega í svona minni sveitafélögum og bara held ég flestum sveitafélögum að alla jafna þá vinna sveitarstjórnin þvert á flokka bara mjög vel saman. Við erum öll að gefa kost á okkur til þess að gera samfélag okkar betra og þetta er svona 4-5 mál á hverjum 100 sem við kannski höfum einhverja aðra sýn á hvernig við viljum framkvæma eða í hvernig forgangsröðun sko. Kannski aðalega snýst kannski forgangsröðun og svona hvernig á að ná markmiðunum fram. Já, algjörlega. Frekar en kannski, já, það sé ágreiningur málefni. Það kemur náttúrulega líka bara stærsti hlutin af okkar útgjöldum lögbundin þjónusta. Lítið hægt að deila það í raun og veru sko. Já, og eins og Davíð segir þetta eru svona áherslu munur á einstaka málum og
Það er bara eðlilegt en það er ekki mikill ágreiningur það að við viljum áfram Borgarbyggð og sjá hana vaxa og dafna og það sé gott að vera þar. Það er bara það sem að við, held ég, öll sem að erum gefum okkur til þessara samfélagsmála að vilja láta gott á okkur leið og skila betra samfélagi af okkur eftir kjörtímabilið. Ég held að það sé ekki mikill ágreiningur það þó að við getum rifist einhver einstaka mál. Það er að ríka út í þessu líka. Já, Heyrðu, sveitarstjóri, hafið þið metnað til þess að taka ykkur slíka stöðu eða sjáu þið fyrir ykkur að það verði ráðinn sveitarstjóri til starfa í sveitarfélaginu á loknum kosningum? Við byrjum bara þér, Hermann B. Já, nú er sveitarstjórinn að fara, okkar ágæti maður er að hverfa á braut, fyrst það er komin á. Við sjáum bara fyrir okkur að ráða aftur í það starf. Davíð. Já, við höfum bara ákveðið að halda algjörlega opnum tékka hvað það varðar og okkur finnst eðlilegt að það sé bara samkomulag milli þeirra flokka sem mynda svo meirihluta eftir kosningar, hvaða aðferð hvaða aðferði notum við val á sveitarstjóra? Já, nei, ég hef ekki metnað til þess að vera sveitarstjóri og ég held að það er nú svona hefð fyrir því í Borgarbyggð að sveitarstjóri sé ráðinn og ég hugsa að við bara höldum nú í þá venju, sko. Sigurður. Maður verður ekki bara að vera ósammála. Ég hef alveg metnað til þess að vera sveitarstjóri en ég ætla hins vegar ekki að gefa kost á mér í það. Og ég ætla að vera bara sammála mínum félögum að við erum ekki með neitt annað en að það verður bara opið hver velur, hvernig kosningarna fara og hverjir starfa saman að þeir ákveða hvernig verður farið með nýjan sveitarstjóra. Og mjög, og af því ég gaf ekki kost á mér þá verður hann ráðinn. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 og í öllum verslunum Bíkó. Bílrúður, bílrúðuskipti og bílrúðuviðgerðir. Við hjá Poulsen skiptum eða gerum við framrúðuna fyrir þig. Bókaðu tíma hjá poulsen.is. Þetta eru 2 farsímar, netið, ótrúlega mikið af sjónvarpsþáttum og barnaefni, sko. Þú getur meira með símanum. Herragarðurinn klæðir þig vel. Ef við vindum okkur nú í smá svona augnablik, smá útúrdúr. Þingið hefur í sínum meðförum núna þingsályktunartillögu sem lýtur að aðildarviðræðum að ESB. Tímasetningin, hún er umdeild og mér langar kannski að heyra frá ykkur svona hvernig það slær ykkur að fá þetta svona mál ofan í sveitarstjórnarkosningarnar og ykkar afstöðu til málsins. Og það ætla að byrja þér, Sigurður. Já, mín afstæða er svo að mér finnst þetta sérstök tímasetning. Ég myndi vilja sjá að hann yrði seinkað svona 4, 5, 6 vikur bara til þess að gefist rúm til þess að ræða málið og kynna það fyrir Íslendingum. Og mín afstæða er svo að það er sjálfsagt að þjóðin fái að segja sinn hug. Hún þarf hins vegar að vita hverju hún á að svara og það er ljóst hvað ég ætla að kjósa og ég get alveg upplýst það hér. Ég sé enga kosti fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið. Þannig að ég mun segja nei við í kosningunni. Þórður. Já, mér finnst tímasetning þessar kosninga vera algjörlega fráleit, sérstaklega mitt í ljósi sveitarstjórnarkosninganna sem að okkur er mjög andum en kannski ekki öllum jafn andum þar eins og okkur miðað við þetta og varðandi okkar hug
til Evrópusambandsins aðildar og inngöngu auðvitað augljós að við erum algjörlega mótfallin bæði aðildar viðræðum og inngöngu í Evrópusambandið. Davíð. Já, mín fyrstu viðbrögð þegar að ríkisstjórnin kynnti þessi áform þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður Evrópusambandið, þá fannst mér það móðgun við sveitarstjórnarstigið, en ég ætla nú bara að byrja á að hrósa ykkur hjá Morgunblaðinu og RÚV sem eru þó að gefa ykkur tíma til þess að koma niður í þessi minni sveitarfélög og halda okkur á lofti. Þannig að tímasetningi sem slík í öllu eðlilegu árferði að ekki væri sveitarstjórnarkosningar rétt á undan, að þá væri ágúst allt í lagi til þjóðaratkvæðagreiðslu, en mér finnst þetta hafa truflandi áhrif á sveitarstjórnarkosningarnar. Ég er sáttur við það að atkvæðagreiðslan sé samt haldin og fólk fái bara að segja sína skoðun á því hvort það vilji skoða þetta nánar eða ekki. En mín persónulega skoðun er svo að ég tel okkur ekki betur borgið þarna inni og myndi segja nei. Hermann. Já, þú spyrir alltaf mína persónulega skoðun á þessu, eða ekki? Jú. Já, ég sjálfsög hef enga skoðun á þessari tímasetningu sem slíkri. Þetta eru algjörlega óskild mál og í mínum vinahóp eru með og móti. Mér finnst ég ekki vita nóg Evrópusambandið eða kosti þess og galla. Ég er búin að heyra mjög marga galla og mjög marga kosti. Ég vil fá meiri upplýsingar og mér finnst alveg sjálfsagt að þjóðin fá að segja sína skoðun og að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram. Og ég hallast að já, að halda áfram með að skoða þetta. En ég vil fá svo kjósa aftur samning. En ég vil fá sjá meira, mér finnst ég ekki vita nóg. Einmitt. Og þá ætlum við að bjóða ykkur upp á að beina spurningum hver að öðrum. Og já, ég er að hugsa Sigurður að byrja á þér og þá mátt þú velja einn hérna inni, beina honum spurningu og sjá hvað kemur úr krafsinu. Ég vil beina þið til Þórðar. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að koma heiðarlínu í gegnum kerfið? Já, það er auðvitað ansi flókin spurning, sérstaklega núna þegar ráðherra hefur skipað raflínunefnd sem að, já, þið verða að leiðrétta mig að ég sé að fara með vitleysu, en hún de facto tekur þetta skipulagsvald af sveitarfélaginu. Og eins líka núna þegar landeigendum er hótað eignanámi og ráðherra talar að gera eignanámsferli skilvirkara, að þá er auðvitað ansi lítið svona sem við getum gert beint. En þetta er alveg eins og bara með vegamál, samgöngumáli eða heilbrigðismál, þetta er ekki beint kannski ennþá inn í okkar valdsviði, en við getum auðvitað haft vonandi einhver áhrif og staðið með okkar fólki í því að fá sem besta niðurstöðu þetta mál. Og okkur finnst þetta auðvitað vera bagalegt að annars vegar að eigi að fara með þessa línu þvert héraðið og hún verður náttúrulega bara eins og einhvers konar graftakíli á andliti héraðsins, okkar fallega héraðs, og eins líka hitta, það er náttúrulega ofbeldi gegn borgurunum að ætla að taka eigur þeirra eignanámi. En ég get auðvitað ekki svarað í, skiluru, við náttúrulega getum ekkert beint ráðið í hvar heiðarlína fer, eins og þú veist, Sigurður. Og já, Davíð, ætlið þér ekki að taka næstu? Ég er að hugsa að beina þeirri spurningu til Hermanns. Já. Nú á þessu kjörtímabili hefur verið mikið rætt málefni Brákareyjar og það var undirritað í upphafi kjörtímabilsins viljayfirlýsing við fjárfestafélag eða fjárfesta sem vildu koma að því að vinna rammaskipulag fyrir eyjuna og höfðu áhuga á að hefja uppbyggingu þar. Hver er ykkar afstaða til þess að sveitarfélagið geri samning við fjárfesta uppbyggingu í Brákarey á komandi kjörtímabili? Okkur finnst þessi umgjörð ansi vafasöm.
Þannig kemur fjárfesti sem að fær að búa til rammaáætlun og borgar hana, hann fær síðan síðan kemur deiliskipulag út frá hans rammaáætlun. Þetta er ekki gegnsætt. Við viljum taka þetta upp og ræða þetta meðal fólksins í Borgarnesi. Við viljum að fólki fá að koma miklu meira að þessu. Að það sé ekki einhver einstaklingur sem að komi eða einstaklingur með félag sem að komi þarna bara með ráðandi hluti inn. Ég tek ekki þátt í því. Þetta verður að vera gegnsætt og það verður allir að vita hvað er að gerast og það verður allir að fá að koma að þessu. Fólki sem að býr í eyjunni, sem er ekki bara einn sem að býr í eyjunni núna, en það eru fyrirtæki þarna líka. Og það þurfa allir að fá að koma að þessu. Þannig að okkur finnst þetta að vera svona, já, ekki alveg eftir kúnstarnar reglum, svona, það er eitthvað þarna sem okkur líkar ekki. Þannig að við viljum gjarnan að þetta verði tekið upp og við fáum að koma að þessu betur. Okay. Þórður, nú byrja þér að beina spurningu. Mér langar kannski að spyrja líka Hermann. Hver séu helstu áherslur Borgarbæjarlistans fyrir dreifbýlið? Já, það er nú bara frábær spurning. Takk fyrir hana. Ég komst ekki inn á það. Sko, dreifbýlið er náttúrulega rosalega mikilvægt í Borgarbyggð. Það er náttúrulega ferðaþjónustan. Þetta er náttúrulega stærsta laxveiði hér að landinu nánast. Og þannig eru falleg býli upp allar sveitir sem að við getum nýtt miklu betur. Hugsum okkur fæðuöryggi Íslendinga. Við töluðum mikið fæðuöryggi Íslendinga hérna í COVID. Hvað erum við að gera? Við erum ekkert að gera nógu mikið. Við getum ræktað miklu meira. Og með því að rækta meira í Borgarfirðinu, fleiri til dæmis gróðurhús, meiri ræktun á grænmeti, að þá erum við að spara kolefnissporið í innflutningnum. Akkur erum við ekki að þessu? Akkur erum við að setja þetta í járnblendi og álu og eitthvað? En viltu rækta meiri tún? Meira sauðfé? Megum við grafa fleiri skurði? Já, við þurfum aðeins að skoða þetta með skurðina. Það þarf að kolefnisefna með þeim líka, sko. Það þarf skipulag á þetta, alveg klárlega. En við getum nýtt betur sveitin okkar og það þarf að vera jafnvægi þarna á milli. Hún er rosalega mikilvæg í íslensku samfélagi og þarna eru grösug býli. Þannig að ég vil fá sig á þau í blóma. Hermann, þú hefur tekið við síðustu 2 spurningum og þú farið að loka spurninguna. En ekki nema þú vilja spyrja sjálfa þig. Já, ég spyrja sjálfa þig. Það er rosalega gott að geta gert meira. Mér langar að spyrja Sigurd út í afstöðu sjálfstæðismanna til vindmyllana sem eru nú mikið í umræðinu hjá okkur. Hvaða afstöðu hafa sjálfstæðismenn til þess? Við höfum þá afstöðu sjálfstæðisflokknum í Borgarbyggð og Skorradal að vilji íbúana ræður því hvort að við tökum yfir höfuð vindorku til skoðunar. Það er stutt og laggott, Hermann. Já. Takk. Það vilji íbúana. Jæja, þá fyrir svona að ljúka hjá okkur fljótlega, en maður enda á að hver frambjóðandi getur svona aðeins sagt kjósendum af hverju kjósendur eiga að treysta ykkur á næsta kjörtímabili. Þið getið hort bara í myndavélina og svona tala til kjósenda og hafa þetta bara stutt, svona kannski eins og 1 mínútu hámark. 1 mínútu hámark? Já, það er svona sirka. Á ekki að byrja? Þú mátt byrja, já. Gjör svo vel. Við í Borgarbyggðarlistanum erum að við tilum að koma með glænýja nálgun. Það er heilsa og velferð íbúana. Meira samtal. Tökum saman þessar ákvarðanir. Það er það sem skiptir máli. Við erum sammála hvert við erum að fara. Við búum við þetta góða samfélag. Við getum stækka, við getum tekið við fleirum. Hvernig ætlum við að gera það? Við séum lítil og meðalstór fyrirtæki, þau gefa okkur mest tilbaka. Þannig að þar er okkar mál. Við viljum engar vindmyllur. Við viljum ekki sjá þær. Og ef að sveitarfélagið ætlar að fara, eða ríkisstjórnin ætlar að fara að þrengja einhver inn á okkur, þá verðum við að finna einhver aðra leið með það. Brákari. Djásnið okkar. Við sjáum fyrir okkur að við tökum samtalið það hvað á að vera þarna. Þetta blasir við, þetta er það fyrsta sem að sést þegar maður kemur inn í Borgarfirði. Tölum saman það. Eflum Skallagrím, eflum Óðal, eflum bókasafnið, meiri lestur, blómlegri byggð og menning. Við höfum að horfa á svona eitthvað sem við kallum menningarhöfn, þess að fólk kemur og nýtur menningarinnar og þar getur listafólki komið. Og þetta skapar svo mikla vellíðan í samfélaginu. Þannig að við bjóðum upp á þetta, vellíðan
heilsufar, blómlega byggð. Exa. Davíð, Jörsur. Já, við hjá Framsóknarflokknum, við viljum óska eftir ykkar stuðning þar sem að við höfum sýnt það í verki að við látum verkin tala og viljum fá tækifæri til þess að halda áfram þeirri uppbyggingu og við það uppbyggingarskeið sem hafið í Borgarbyggð og með áherslu á íþrótta- og æskulýðsmálin og lýðheilsumál. Við teljum bara tækifærin óteljandi í frekari uppbyggingu, atvinnu uppbyggingu og íbúða uppbyggingu og ég get ekki sleppt í að segja það að Brákareyinn okkar, við erum þar með glæsilegt skipulag sem ekki unnið eingöngu út frá óskum eins aðila heldur unnin út frá punktum af 3 íbúafundum sem haldnir hafa verið á undanförnum 12-20 árum og það komið að miklu leyti til móts við óskir íbúa af þeim íbúafundum hvað skuli verið í eyjunni en tækifærin eru mikil, þetta getur skapað alltaf á annað 100 störf og fjölda íbúða og glæsileg uppbygging eins og íbúar sáu sem mættu á kynningu á sínum tíma. En ég vonast bara til þess að fólk treysti okkur til þess að halda áfram að stuðla að betra samfélagi og frekari uppbyggingu. Takk. Þórður. Takk. Já, Miðflokkurinn auðvitað núna nýtt framboð í Borgarbyggð en við höfum á að skipa miklu fjölda úrvalsfólks á listanum og í flokknum öllum. Við ætlum að leggja áherslu á þessa grunnþjónustu, hún sé sett í forgang og auðvitað uppbygginguna eins og við höfum rætt. Það þessi stóru mál sem þarf að leiða í jörð, það auðvitað Brákarey, það íþróttahúsið í Borgarnesi og það þessi stóru mál sem þarf að taka afstöðu til sem vindmyllurnar, raflínurnar og ýmislegt í þeim dúr og við vonumst auðvitað til þess að fólk muni treysta okkur til þess að axla þessa ábyrgð. Takk. Já, kæru Borgarbyggðar íbúar og íbúar Skorradalshrepps. Við hjá Sjálfstæðisflokknum við erum að bjóða fram samhentan reynslumikinn hóp af fólks til þess að leiða okkar samfélag ef við fáum þinn stuðning til þess. Hópurinn samanstendur bæði af eldri reynsluboltum eins og mér og ungu fólki. Þannig að þetta svona, ég segi það, þetta svona þversniðið af íbúum samfélagsins, þeir eru dreifðir út allt. Við ætlum að standa fyrir því, eða stöndum fyrir það á næsta kjörtímabili að efla ungmennin okkar og efla líðan þeirra eins vel eins og við getum og horfa til eldri borgara líka, það vaxandi hópur í okkar samfélagi. Það þarf að hugsa hann þannig að þeim sé tryggt gott ævikvöld og við höfum margt að bjóða þar, meðal annars góða öldrunarstofnun sem heitir Brákarlíð. Hana viljum við sjá vaxa. Síðan okkur sjálfstæðismönnum ávallt umhugað atvinnulífið og við viljum sjá, það eru ýmis tækifæri þar, bæði eins og við hefur komið fram, ferðaþjónustu, uppbyggingu í Brákarey og nóga atvinnulóðum. Þannig að ég held og ég fullyrði það að framtíðin björt í Borgarbyggð, hjá okkur gott að vera og bara verið velkomin þeir sem að horfa til okkar og munið að setja X við D, þá fáum við reynslu bolta við stýrið. Takk fyrir þetta. Já, það ljóst að það ekki kannski mikill ágreiningur helstu málefni. Vindmyllurnar heyrði ég svona helst. Já, kannski svona aðeins svona vindmyllurnar og kannski þarna svona Brákarey einhverju leyti. En já, það ljóst að það stefnir eflaust engu að síður í líflega og skemmtilega kosningabaráttu í Borgarbyggð. Og við fylgjumst auðvitað áfram með á mbl.is og á Morgunblaðinu eins og í öðrum sveitarfélögum.
En við þökkum bara frambjóðendum fyrir að vera hérna með okkur í dag og áhorfendum fyrir að fylgjast með.